Ég held að við og allir, við lærum af mistökum og hér hafa verið gerð einhver mistök við innkaup og vonandi kemst þetta í svona góðar og fastar skorður núna. En orðið er laust, einhverju sem vilja tjá sig innkaupareglunar, þá vísa ég þeim bara til samþykkta, sem eru þeim samþykkir, eins og rétt upp hönd. Og það eru 7 hendur þar á lofti. Það er 5. mál, það er Eyjabakki, deiluskipulag. Fyrir skipulagsnefndi sett fram skipulags- og matslýsing fyrir deiluskipulag á iðnaðar- og hafnarsvæði á Hópsnesi í Grindavík. Lýsingin er unnin í samræmi við 1. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og grein 522 í skipulagsreglugerð nr. 90 frá 2013, annarri málsgrein 6. grein laga nr. 105 frá 2006 umhverfismat áætlana. Svæði sem lýsingin nær til er í iðnaðarsvæði 3 og svæði undir hafnsæknastarfsemi við Eyjabakka. Bókun skipulagsnefndar er svo hljóðandi, tekin fyrir skipulags- og matslýsing, deiluskipulag fyrir Eyjabakka 2 í Grindavík, dagsett 7. desember 2018. Breytingi gerir ráð fyrir nýju deiluskipulagi og eystri hlutar hafnarsvæðisins. Gildandi deiluskipulag fyrir Eyjabakka verður fellt úr gildi við gildistöku nýs skipulags. Talið er heppilegra að hafa eitt skipulag fyrir allt svæði við Eyjabakka. Skipulagsnefnd samþykkir skipulags- og matslýsinguna og vísar erindinu til bæjarstjórnar. Allt svæði við Eyjabakka. Skipulagsnefnd samþykkir skipulags- og matslýsinguna og vísar erindinu til bæjarstjórnar. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Allt svæði. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það sem er í raun og verið að gera er að taka inn í stærra svæði heldur en verið hefur hingað til og taka bæði höfnina Eyjabakka og garðana, eystri garðana inn í skipulagið. Og sem á frekari stækkun á iðnaðarsvæðinu til suðurs frá Eyjabakkanum. Og þá verður þetta alltaf einu skipulagi. Þetta verður ekki allt hafnarsvæði, alls ekki. Bara sá hluti sem er næstur höfninni er hafsækisstarfsemi. Annað verður iðnaðarsvæði. Þannig að en deiluskipulag samt sem áður er deiluskipulag Eyjabakka. Þetta er bara lýsingin. Matslýsing og skipulagslýsingin. Í framhaldinu kemur síðan deiluskipulagið og það verður þá auglýst svo aftur og þá kemur miklu dítelar í hvernig skipulagið verði háttað. Takk fyrir. Takk fyrir, Guðmundur. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls? Nú, ef ekki, þá þessari samþykkt og skipulagsnefnd vísað hér til bæjarstjórnar, þeir sem eru henni samþykkir. Það eru 7 hendur þar á lofti. Það er 7. mál og það er Grágrýti fyrirspurn. Á fundi með Sigurði Ólafssyni, sviðsstjóra, 27. apríl síðastliðinn voru gerð drög að samkomulagi milli Grindavíkurbæjar annars vegar og verkefnisstjórnar nýbyggingar Alþingis hins vegar skipti á Grágrýti í eigu Grindavíkurbæjar fyrir Reykjavíkurgrágrýti úr grunni meðferðarkjarna nýs landspítala við Hringbraut í Reykjavík. Fyrirhuguð er að nýta Grindavíkurgrágrýti sem hráefni til vinnslu steinklæðningar fyrir nýbyggingu Alþingis en verki er nú í undirbúningi. Vinnsluhæfir steinar hafa þegar verið valdir á staðnum og merktir fyrir flutning. Það er lögð fram beiðni frá Margréti Harðardóttur, arkitekt, staðfestingu bæjarstjórnar á drögum að samkomulagi á milli Grindavíkurbæjar annars vegar og verkefnisstjórnar nýbyggingar Alþingis hins vegar þessi skipti. Og er að ræða að Grindavíkurbær fái afhent 360 tonn af sérvöldu grágrýti til notkunar í brímvarnargarða gegn 220 tonnum af grágrýti því sem nú er í eigu bæjarins. Orðið er laust. Forseti telur að þetta líki svona nokkuð ljóst fyrir, að þetta sé svona svo kallað vinn-vinn fyrir báða aðila. Við fáum þarna